Komið í sæl, byrjum hér á að skoða stöðuna á Norður Atlantshafi. Sjáum hér lægðina suður af landinu sem var að stjórna hjá okkur veðrinu og hún var að snúa til norðaustlærar áttar. Búið að vera 8 til 15 metrar á sekundu seinnipartinn, bætir frekar í vind núna í nótt. Lægðin færist hér til norðurs, snýr til norðlærar áttar hjá okkur og helst norðlæg átt hjá okkur alveg fram yfir helgi. Og á hitasvæðinu þá sjáum við að það er að kólna með þessu eins og gerist nú oft með norðlægum áttum og það er nú útlit fyrir að það verði nú og undir frostmarki víðast hvar en þó upp í svona 5-6 stig sunnanlands þegar best lætur yfir daginn. Ef við skoðum stöðuna hér í kvöld og nótt þá sjáum við hér hvernig snýst til norðlægari áttar og hún sækir í sig veðrið, einkum hér á norðvesturlandi. Núna klukkan 6 í fyrramálið þá tekur í gildi gular viðvaranir á norðurlandi eða norðvesturlandi og vindviðvörun á Faxaflóa. Og hér í fyrramálið þá sjáum við að 15 til 23 metrar á sekundu með snjókomu á þessum svæðum. Það er erfið færð jafnvel á fjallvegum. Hér annars staðar á Norðurlandi þá er einnig úrkoma en eftir því sem við förum austan að það breytist yfir slyddu og síðan rigningu hér á Austfjörðum. Og dagurinn byrjar með einhverju vætu hér suðaustanlands en þegar líður á daginn þar þá dregur úr henni og styttir upp. En ef við skoðum hvern landshluta fyrir sig, byrjum hér á suðvestur hlutanum og þá hér á suðurlandsundirlendinu er nú útlit fyrir að verði þurrt að mestu á morgun en á Faxaflóasvæðinu þá verður eitthvað smávegis snjókoma með köflum, á suðvesturhorninu einhver éljagangur í nótt og hér þessi gula viðvörun á einkum við fjöll á Faxaflóasvæðinu, þá undir suðurhluta Snæfellsnesins þar sem hviður getur verið að fara yfir 30 metra á sekundu, við Hafnarfjall og Kjalarnes einnig, þannig að þetta verður strekkingsvindur. Ef þeir sem hyggja á ferðalega á þessum slóðum athugið það. Síðan þegar við skoðum hér norðvesturhlutan þá er í rauninni gular hríðarviðvaranir á því öllu og útlit fyrir skafrenning, snjókomu, þessir 15 til 23 metrar á sekundu. Hitinn er frostmark á þessu svæði og þessar viðvaranir gilda alveg til miðnættis annað kvöld og á Vestfjörðum til hádegis á fimmtudag en það er ekkit útilokað að þær muni eitthvað halda áfram þar sem þessi norðlægu áttir eru verða lífsegar núna í vikunni. Á norðausturhluta landsins þá verður nú talsvert hægari vindur, þetta verður samt á bilinu 10 til 15 metrar á sekúndu á morgun með snjókomu hér inn til landsins þannig að fjallvegir færðin getur versnað á þeim. Þegar við erum úti við sjávarsíðuna þá er þetta slitta og út í rigningu og síðan hér á Austfjörðum þá hitinn upp í 4-5 stig þar og þetta verður nú að mestu rigning á láglendi og þó nokkur í nótt á því svæði. En síðan þegar við horfum á suðausturhlutan þá er aðeins breytilegri átt en er að snúast hægt og rólega í norðlæga átt á morgun og þegar er snúast í þessa norðlæga átt þá er að stytta upp hér víðast hvar einhver smá væta til að byrja með. En ef við horfum síðan til fimmtudagsins þá sjáum við hér þessa lægðabólu sem brýtur upp þrýstilínurnar hér á austanverðu landinu, það verður mun hægari vindur þar en þéttir þær að sama skapi hér á norðvesturhlutanum og áfram þessi 15 til 23 metrar á sekundu norðvestan og vestanlands með snjókomu eða éljagangi og skafrenningi en þegar við förum hér austar þá er þetta mun hægari vindur og yfir í slyddu jafnvel rigningu austast hér og suðaustan til en þurrt á suðvesturlandi. Á föstudaginn þá er að draga úr vindinum alls staðar en áfram einhver éljagangur eða snjókoma hér fyrir norðan og austan, jafnvel út í rigningu hér allra austast en svipa veður á laugardaginn, þurrt jafnvel bjart hér sunnan suðvestanlands en áfram einhver úrkoma annars staðar. En hjá okkur á morgun það er að ganga í norðan hvassviðri eða storm með hríðarveðri á norðvesturhlutanum yfir í slyddu jafnvel rigningu norðaustan til en úrkomu lítið landið sunnanvert og gular viðvaranir í gildi norðvestan og vestanlands. Ég segi þetta gott í bili. Takk fyrir og verið sæl.